Arkitektar hafa verið að vinna tillögu að skipulagi á svæði 1 sem í rauninni svæði uppi á Ártúnshöfðanum. Kynningin hans heitir Krossanmýrartorg, nýr kjarni í austurhluta borgarinnar sem að mér finnst mjög spennandi og hlakka mikið til að heyra hvað þú hefur að segja. Páll, gjörðu svo vel. Takk að þér, komið þið sæl. Já, ég ætla að kynna hérna deiliskipulag sem við höfum kallað Krossanmýrartorg, nýr kjarni í austurhluta borgarinnar og það er víst nafn með rentu. Hér sjáum við deiliskipulagssvæði sem ég ætla að kynna með nokkrum myndum og benda á að það getur verið betra, það er ég fyrir svolítið fljótt yfir, það getur verið betra að skoða þessa myndir á vefnum og eftir. En þetta svæði sem að kalla hefur verið svæði 1 er sagt, upp á háhöfðanum. Megin ásatnir sem við þekkjum, sem eru svona þekkt kennileiti, eru stórhöfðin sem liggur í austur-vestur og breiðhöfðin sem liggur í norður-suður. Krossanmýrartorgið er síðan miðsvæðis, þessi kynning snýst í aðalatriðum um. Hér sjáum við mynd sem svona til að gera sig grein fyrir stærðum og vegalengdum. Er hér sett fram viðmiðun við svæði sem flestir þekkja. Hér sjáum við teiknaða hring á loftmynd af miðbæ Reykjavíkur og hringurinn er 500 metrar í þvermál. Hann nær frá Ingólfstorgi að Smiðjustíg. Þið sem ekki þekkir Smiðjustíg þekkir kannski Jóhanni Djús sem stendur einmitt á horni Laugavegs og Smiðjustígs. Og þið sem eldri eruð þekkið örugglega byggingu Kristjáns Sigurðssonar á Laugavegi sem líka er á horni Laugavegs og Smiðjustígs. Við erum því að tala um töluvert svæði sem er hér undir. Mótun nýs borgarhluta markar auðvitað mikil tímamót að því leitinu að hér erum að ræða nýja gerð hverfis í Reykjavík. Ártúnshöfðin verður í raun fyrsta heildstæða borgarhverfið sem byggt verður í Reykjavík og grundvallast á alþjóðlegri sýn sjálfbæra borgarþróun sem verið hefur að mótast á síðustu árum og áratugum. Á svæðinu sem við kynnum hér erum að búa til borg með öllu því sem prýðir góða borg. Íbúðir af fjölbreytnigerðum, græn svæði, atvinnutækifæri, almenningssamgöngur og öfluga þjónustu, sem sagt sjálfbæran borgarhluta. Í þessari kynningu skiptum við deiliskipulagssvæðinu í meginatriðum í 2 svæði. Á vesturhluta svæðisins, Hamrinum eins og við köllum hann, eru íbúðir með einstaka legu. Sólríkir garðar opna sig til vesturs og íbúðir njóta útsýnis og sólar á Hamrinum. Sunnan Stórhöfða að Breiðhöfða gerum við ráð fyrir þjónustustarfsemi á jarðhæðum. Hér sjáum við íbúðarhúsin á Hamrinum frá útivistarstíg sem liggur umhverfis höfðan og verður kynntur frekar og eftir. Garðar opna sig til vesturs og tengjast útivistarstígnum og Hamrabeltinu. Hér er hinn hlutinn, miðsvæðið, höfðin, sannkölluð blöndu byggð. Hér er blanda af íbúðum af fjölbreyttum gerðum, atvinnutækifærum, þjónustu og menningu. Hér er gert ráð fyrir fjölbreytti gerð íbúða, meðal annars íbúðum fyrir stúdenta og möguleika á ungbarnaleikskóla og jarðhæð. Gert er ráð fyrir menntastofnun og hjúkrunarheimili á þessu svæði. Almenningsgarður, torg, menningarhús og stoppistöð borgarlínu eru hér í lykilhlutverki. Á næstu mynd horfum við til austurs eftir götu sem við köllum Borgarhöfða og er ný gata miðbygg svæðisins. Hér horfum við sem sagt austur eftir Borgarhöfða eins og við köllum hann, en þetta er ný gata sem ekki hefur fengið nafn. Almenningsgarður er á vinsturhönd og fjær íbúðarhús. Lögð er áhersla á byggingar í mismunandi hæðum og mikilvægt að inngarðar verði sólríkir. Lægri byggingar til suðurs og vesturs og áhersla á grænt umhverfi og líflegt götulíf. Hér sjáum við fullbyggt svæði. Það er að segja, norðurhlutinn þessa svæðis er utan deiliskipulags að þessu sinni. Við leggjum áherslu á það að hver hluti svæðisins þegar fullbyggt fái sín leiksvæði, sína áfangastaði og staði sem gefa nánasta umhverfi okkar gildi. Almenningsgarðurinn og torgið er svo okkar allra. Hluti almenningsgarð og norðurhluti höfðans er utan þessa deiliskipulagssvæðis eins og ég segi, en verður hluti af heildinni þegar upp er staðið eins og við sjáum með þessari mynd. Gönguleið, torg, leiksvæði og áfangastaðir. Höfðin er einungis hugsaður sem umferð fyrir borgarlínu, hjólandi og gangandi, stórhöfðin.
Við lítum því á Stórhöfðann sem eins konar torgsvæði. Gönguleiðir innan hverfis eru skýrar meðfram götum en einnig gert ráð fyrir almennri umferð gangandi innan reita. Lögð áhersla á fjölbreytt leiksvæði og áfangastæði innan hverfis á þessu ferðalagi. Fjölbreyttir áfangastæðir og leiksvæði í nánum tengslum við umferðasvæði skapa líka öryggi fyrir íbúa og þá sem ferðast utan hús. Á jarðhæðum, sérstaklega við torgið, fjölbreytt verslun og þjónusta. Hamarstígurinn, sem græni stígurinn, útivistarstígurinn sem liggur allan umhverfis höfðan, þar gert ráð fyrir áfangastöðum, leik- og hvíldarstöðum fyrir þreytta fætur. Krossamýratorgið verður eitt megin verslunar þjónustusvæði fyrir austurhluta borgarinnar. Hér ímyndadæmi fyrirkomulag verslunar og þjónusturýma á Krossamýratorgi. Möguleiki á stórverslun innanhús, en gerðar kröfur að verslanir séu einnig opnar að götum. Menningarhúsið í öndvegi með fjölbreytta afþreyingu fyrir íbúa. Þjónusta við Krossamýratorg fyrir íbúa langt út fyrir hverfið sjálft. Hér þjónum við allri Austurborginni með fjölbreyttri þjónustu, verslun og skemmtun. Hér eru aðeins tölulegar upplýsingar byggingamagn, skiptingu í íbúðir, starfsemi og auk nýtingarhlutfalls. Heildar byggingamagn á þessu svæði, í þessu skipulagi 220.000 fermetrar sem skiptist í 80.000 fermetra af starfsemi og 140.000 fermetra íbúða. Fjöldi íbúða verður 14 til 1500 talsins. Gert ráð fyrir ríkulegum hjólastæðum á götum og inn á einkalóðum. Hér sýnum við mynd af skuggavarpi sem unnið 1. maí. Í viðauka við aðalskipulagið fjallað skuggavarp og sett fram áhugaverð hugmynd 5 klukkustunda birti í inngörðum í Randbyggð á milli klukkan 9 og 17 þann 1. maí. Þetta ekki hefðbundin gerð skuggavarp sem iðulega tekin á jafndægurum og sumarsólstöðum. Þetta skuggavarp einhvers staðar þarna á milli og áhugaverð nálgun. Við mótun Randbyggðarinnar lagt áherslu á að byggingar séu lægstar til suðurs og vestur svo garðar verði sólríkir og kostur Hér sjáum við skuggavarp klukkan 13 og hér sjáum við skuggavarp klukkan 15, 1. maí og hér sjáum við skuggavarp klukkan 17. Þetta kannski ekki hægt að sjá á svona hraðri yfirferð en ég hvet ykkur til þess að skoða þessar myndir frekar inn á vefnum á eftir. Í svona skipulagi mikil áhersla lögð á það sem við höfum í augnhæð. Við leggjum áherslu á fjölbreytt útlit götuhæða. Við Krossamýratorg verslanir og það gerðar kröfur vandaða innganga verslana. Opnir inngangar auka öryggi vegfarenda og íbúa og skapa fjölbreytta götumynd. Lagt upp með ákveðna litapalettu þar sem áhersla á ljósa liti með tilvísun í náttúrulitina. Þétt byggð á helst að vera ljós yfirlitum. Hér sjáum við sneiðingu borgarlínustöð, borgar, torg, menningarhús og almenningsgarð. Byggingar á ólíkum hæðum, garðsvalir og gróður á þökum. Það mikilvægt að frá götu sé hægt að sjá gróður og mannaferðir á þaksölum. Við gerum ráð fyrir að sjóntenging sé milli almenningsgarðsins, torgsins og borgarlínustöðvarinnar. Aðeins að fara nánar yfir Krossamýratorgi sjálft, ljúka þessari yfirferð á nokkrum myndum frá Krossamýratorginu. Þetta auðvitað ímyndaða veruleiki en við teljum að með markvissri gerð deiliskipulags og metnaðarfullri hönnun getum við búið hér til góða borg. Við förum í smá gönguferð. Hefjum ferðina austast og förum vestur Stórhöfða og biðjum við menntastofnun austast á svæðinu. Stórhöfðin einungis fyrir gangandi og borgarlínu eins og kom fram áðan. Þannig að við erum að tala torgsvæði. Byggð sunnan Stórhöfða sem við sjáum hér til vinstri á myndinni hluti götumyndar og mun þróast sem verslunar og þjónusturými við Stórhöfðann. Hér erum við komin aðeins vestar. Unnið með nokkuð háar byggingar við Stórhöfða og mikilvægt að háar byggingar séu brotna niður í kvarða þannig að við upplifum byggðina ekki yfirþyrmandi, auk þess sem brot í háum húsum brýtur niður vindstrengi sem fylgja stórum byggingum. Augnhæðin mikilvæg hér
eins og áður kom og krafa metnaðarfulla innganga augljós. Hér erum við komin inn að menningarhúsi á torginu og aðeins farið að rigna ef ég sé rétt. Borgarlínustöðin skapar ys og þys og góða tengingu við þjónustu og íbúðir. Hér erum við komið vestur fyrir torgið og horfum til austurs. Stórhöfði, byggð við Funahöfða, sjáum við hér hægra megin á myndinni og hann mun þróast eins og verða hluti af þjónustusvæðinu sem þróast út á Stórhöfðan. Hérna lyftum við okkur aðeins torgið og með menningarhúsi í öndvegi, fjölbreytt nýting torgs. Við höfum til gamans, þó ekki kannski endilega til gamans, ímyndað okkur að hönnuðir einstakra bygginga á svæðinu horfi til staðarandans þegar kemur að hönnun bygginga. Innan deiliskipulagssvæðisins, þessa deiliskipulagssvæðins ekki mikið núverandi byggingar en þær sem eru víkjandi eða minnstakosti ekki hentugar til endurnýtingar þegar kemur að uppbyggingu eins og þessari. Staðarandan munum við kalla fram með borgarhönnun, örnefnum og efnisnotkun gatna og göngustíga. Hér sjáum við að lokum yfirlitsmyndi yfir svæðið og enn að lokum ásýnd frá Vesturlandsvegi, horft til norðurs að Esjunni. Óneitanlega borgarhluti með eigin karakter. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Páll. Þetta var skemmtilega. Snöfurmannlega gert. Þetta var frábært hjá þér, vel gert. Hérna, þetta er allir gaman að þú komst hann inn á örnefnin af því að Krossamýratorg, þetta er pingu tungubrjótur. Hvaðan kemur þetta nafn? Akkur erum við ekki bara með Höfðatorg? Það er kannski frátekið. Já, það kannski má segja að Höfðatorgi sé frátekið. En sagan segir það og ég er kannski ekki rétti maður til að svara því. En á þessu svæði til örnefni sem heitir Krossamýri og mér sagt það að þar hafi verið jarðsettir eða verið komið upp krossum sem tengjast kirkjugarðinum í Viðey. Og þess vegna heiti þetta Krossamýri. Og Krossamýratorgi kom síðan sem örnefni eða kom sem nafn í rammaskipulaginu. Og við höfum notað það, en síðan hefur verið talað það alltaf í þessu hugsanlega fær þetta nýtt nafn. En Höfðatorgið frátekið. Já, við sjáum til. Þetta venst reyndar, Krossamýratorg, ég að verða nokkuð sleipur með þetta. En mér langar líka að spyrja þig, nú þetta kannski svona þéttasti hlutin í þessum nýja borgarhluta uppi í Krossamýri. Hvernig tryggjum við að birtuskilyrði á svæðinu verði góð og bæði þá innanhús og í götunum og almenningsrýmunum? Hvernig tryggjum við hvernig getum við byggt þétt en ekki þröngt? Hvaða svona einstöku tóla grípum við til í því samhengi? Það er alveg rétt. Það er erfitt að byggja þétt og bjart, kannski, getum maður sagt, svona stóra myndin. En það sem við leggjum áherslu á það að húsin sem venda til vesturs og suðurs séu sem lægst þannig við fáum birtu í inngarða. Við leggjum líka áherslu á, þá má kannski segja það, að nálægðin við leiksvæði, opinsvæði, almenningsgarða og göngusvæði sé líka hjálpar því að vera, það er mjög mikilvægt í þéttu umhverfi að þú hafir góðan aðgang að slíkum svona lungum, ef maður getur sagt sem svo. En auðvitað leggjum við áherslu á það að sem allra flesta íbúðir séu bjartar og birtuskilyrði séu eins og best verður á kosið. Og kannski áhugavert að nefna þetta með skuggavarp og slíkt, að þessi hugmyndum skuggavarp 1. maí sem svona milli kannski jafndægra hún svolítið áhugaverð og kannski mikilvægt að reyna að forma byggðina þannig að við reynum að skapa eins mikla birtu og hægt er. Herðu, ég held að ég þakki þið bara fyrir þetta svo stöddu, bara mjög skemmtileg yfirferð. Og ég tek bara undir með honum Páli að hvetjum ykkur til að fara eftir fundin og kynna ykkur tillögurnar aftur. Við munum setja kynningarnar inn á vefinn, þannig að þegar að fundinum loknum þá ætti vera hægt að nálgast kynningarnar á PDF formi. Næst á